Í þessu myndbandi ætlum við að fara í skipulag og grunnmynd og hvernig við búum til veggi og rými. Við ætlum að staðsetja veggina með nákvæmni, sem þetta er að tala um innveggina. Við ætlum að nota málsetningar og við ætlum að búa til rými eða rúms. Síðasta myndbandi þá sýndi ég hvernig við settum veggina inn og hvernig við stiltum það af. Nú ætlum við að fara á fínisæra herbergin eða sett á húsa innan. Við förum hérna á flórplans fyrstu hæð. Og að sjá að hérna eru veggirnir sem við höfum verið að vinna með. Við getum hringt til þennan, ef við förum inn í detail level og sögum þetta á medium, þá sjáum við hérna uppbyggingun á veggjanum eins og við vorum búin að búa til inn í 7. myndbandi. Og það sem að forritið gerir það sjálfkrafa tengir saman strukturpartinn, sem að þýðir það að þetta 145 mm grindin, hún tengir saman við grindina í gifsveggnum. Það er hægt að hafa þetta öðruvísi sem ég ætla að sýna hvað það kannski bara seinna. Það sem ég vilja sjá er það að þið setjið inn málsetningu og stillið málsetninguna hérna á, sjáðu hérna uppi, á hana wall face og þá getum við málsett húsið með innanmálinu. Ja. Og málsettið er svona heldur veggi hjá okkur. Nú eru þið náttúrulega að teikna öðruvísi hús heldur en ég er að teikna. Ég reikna með að þið séu að teikna náttúrulega ykkar hönnun. En sjáu hvað gerist að ef við ljómið vegginn hérna til dæmis og smellumst þá verður málsleikinn svona blá, sjáu þið. Og við smellum á hann einu sinni og þá getum við slegið inn einhverja tölu þarna, nákvæma tölu og staðsetningu og stærð herbergina sem við erum að vinna með. Og svona þið getið líka handdregið til, en það náttúrulega verður ónákvæmi í að þið ætla að halda þessu akkurat yfir ákveðnum tölum. Þegar þetta er komið, þá getið þið farið hérna í undir arkitektur og rúm hérna. Og þá viljum búa til herbergi og við skulum velja hérna rúmtak area hérna og sjáu hérna leiður renni mér einhvers staðar inn þar sem eru veggir skilgreindir að þá býr hún til herbergi. Og þetta herbergi hérna, við förum hérna í properties og við skýtum þetta herbergi svona. Og þá kemur það sjálfkrafa hérna. Og svona búið til, það er kannski þægilega að búa til herbergisheitin áður eins og hérna. Ég ætla að segja hérna anddyri eða eldhús eða hvað erum að fara að gera. Skrifa það áður en smellið rúmtakinu inn. Þannig að, og það sem er engi veggir og við ætlum til dæmis að búa til hérna stofu. Þá vill hann ekki leyfa mér að taka hérna aftur og hún segir að þetta sé fjölfaldarúm, og það er sem sagt, eins og segir hérna í yfirvörðunarglugganum, að það eru sem sagt mörg rúm eða herbergi á sama stað. Við skulum bara segja ok núna. Við getum bara notað, við förum hérna aftur í arkitektúr og þá er til eitthvað hérna sem heitir room separator. Og þá getum ég sagt ok, hérna yfir skiptist anddyri og stofan á milli. Svona. Og þá er hún búin að búa til hérna, þetta var vantalega að heita stofu, prófum eftir. Þá er stofan hérna, ég lagaði hérna okkur, og andrið þá þetta hérna rými. Og þessi, hún skiptist herberginum hérna sem við teiknum. Þið klárið að setja upp ykkar hús með ykkar herbergjum og ykkur skipulagi og förum nánar í það þá í næsta mynd eða seinna í verkefni hvernig við fínisverum síðan grunnmyndina.